Þessu taka, veit ekki, 7, 8 held ég, 8. Gleðilegan fimmtudag. Ég fór út að hlaupa daginn og hljóp fram hjá mexíkanskri svona búð sem að selja svona mexíkanska vörur. Og ég hef búinn að vera forvitin chili og svona í svolítið langa tíma og hef aldrei rauninni komist í snerti við chili nema bara þennan chili sem við þekkjum og svo þessi hérna svolítið mikið hann í Afríku hverfinu og þetta eru chiliarnir sem ég ætla að nota. Þetta er sem sagt ég bara man það ekki, bíði. Já, þessir mexíkönsku eru sem sagt chipotle, það er þessi litlu hérna og þessi stóri er ancho chili og það er skemmtilega við chili er það að þeir geta verið svolítið hræðilegir eins og þessi hérna, þessi er alveg svakalega hræðilegur. Þessi guli er meira svona bragðmeiri og chipotle er frekar sætur og ancho meira sér sætari. En það er ýmislegt sem við þurfum að gera. Ég skal kannski sýna ykkur kannski hitt sem er í þessu. Það eru 3 ferskjur, 1 grillaður laukur, lakríssalt, vinegar, hvað það á íslensku aftur, það er já, þetta edik, bara venjulegt edik, hvítvíns-edik, hvítlaukur og Underberg. Þetta er einn af mínum uppáhalds áfengu drykkjum. Þetta er svo kallað digestíf eða eitthvað sem maður myndi drekka eftir mat svona til þess að hjálpa meltingarveginum. Þetta er alls ekki flókið. Þetta er þurfum við fyrir hot sósuna og svo fyrir barbecue sósuna þá er það bara púðursykur, maple syrup eða hvað er? Byrjum á því að skera laukinn. Skera bara í svona einhverja hringi. Tek ysta lagið hérna, tek ysta lagið af. Og það er hérna grillpannan. Fáum svakalegan hita upp á hana. Nú er alveg svaka hiti hérna. Það er bara laukurinn beint á. Og láta hann alveg tjarast svolítið vel og vandlega. Upp og höldum áfram að skera. Næstur er það bara chiliarnir sem hérna afrísku og ég ætla að taka fræin í burtu. Nú erum að setja þessi hanska. Svona áður en ég fer að pota í augun á mér og eitthvað. Svona. Þetta er chipotle þessi litli hérna. Skelli 2 svona chipotle. Það er rosa gott að búa til chipotle majónes líka. Ég þurfti kannski að gera það eftir maður fyrir ykkur. Sko, ancho
Chilíin, hann er alveg rosa svona, það er reykt, sætt reykt bragð á honum einhvern veginn. Eða svona lykt. Skellum smá af vatninu. Ef þið finnið ekki þessa chili á Íslandi, þá mæli ég bara með að panta þetta á netinu. Sérum alveg góðan slatta af hvítlauk. Smá dass af hvítvínsediki og ediki. Svo er það undirbergi góða. Ég ætla að þakka Marbelkraut fyrir að hann tími ekki að borga tollina þessu til Íslands og senda það frekar til mín. Marbelkraut er sem sagt danshópur. Eða performance-hópur myndi ég nú eiginlega frekar að segja. Og þessi hot sauce er svolítið svona inspirerur af þessum hóp. Svo bara rosa gott að blanda nógu lengi, þannig að hún verður rosa fín og sæt. Smakkum hana, þið heyrðu ábygglega ekkert í mér. Smakkum hana aðeins. Þannig ætla ég þetta bragðist. Rífur í. Sætan af ferskjónum er alveg mjög framalega. Þó að ferskjubragðið sé alveg eiginlega farið sko, en þá koma ferskjurnar inn með svona sætu og sýru og svo náttúrulega hvítvinsedikið. Wow, kann ekki að tala. Meira af salti út í. Og þetta er lakríssalt sem ég er að nota. Núna er þetta hot sauce bara að vera tilbúin. Ég ætla bara að skella smá af þessari hot sauce í skál eða í svona krukku. Hún geymist nú ekki lengi út af ég þori ekki að lofa ykkur því að hún muni geymast lengi. En kannski svona viku í kæli. Og þetta er bara rosa gott á svona barbecue, alls konar tacos og svona something. Svona something, hvað er? Drysla þessu yfir nachos og eitthvað stemningu, sko. Það væri geðveikt. En, þetta er 2 fyrir 1 uppskrift, sko. Hérna aftur inn, svona. Einhverju skeiðum af kúlusykri. Pönna. Maple syrup. Svo vatnið af chiliunum til þess að leysa upp í sykrinu. Svo leysum við bara upp í þessu. Leyfum þess að malla þess. Næsta mál á dagskrá að hella. Ég þurfti að nýta þessa barbecue-sósu svolítið út af því að barbecue-sósa er ekki svo vinsæl hérna og þær sem ég hef fundið, það er nú hægt að finna eitthvað í einhverjum svona spesbúðum og eitthvað, eru eiginlega bara svolítið vondar. Smá meira maple. Ég ætla að nýta þessa uppskrift í sumar að grilla eitthvað. Þannig að ég
sýnir hana hvernig hægt að gera hana hérna og svo linka ég hana bara síðar þegar ég nota hana í sumar. Þykki hana aðeins meira. Þannig að þetta áttur að malla hægt og rólega í svona, hvað var að segja, 6-7 mínútur, eitthvað svoleiðis. Jafnvel meira, jafnvel 15 mínútur. Þetta þarf alveg svona, það er að taka vökvann úr þessu. Barbecue bara tilbúin. Herri, svo var ég að hugsa að ef þið finnið ekki fersku eða eitthvað svoleiðis, þá er hægt að nota bara ýmislegt annað í staðinn, eins og appelsínu djús. Ég myndi ekki nota pulpin í það, en appelsínu djús var ábyggilega mjög góður. Ananas, ferskur ananas, væri rosa góður í þetta líka. Og jafnvel dósa ananas, nema þá myndi ég nýta sírópið úr dósa ananasinum í staðinn fyrir til dæmis maple syrup sem er ábyggilega frekar dýrt, sko. Og það ætti að virka fínt. Ég hef ekki pröfað það, en það gæti trúað því að það myndi virka fínt líka með ananas í þessu. En ég er bara í einhver svona ferskufíling, ferskustuði. Rífur þokkalega í. Hérna erum við sem komum með tvenns konar hot sósu. Það er hot sósan bara sjálf sem er geggjuð í marineringu, til dæmis á svíni eða eitthvað svoleiðis, yfir einu nótt eða eitthvað, og barbecue sósa. Ef þið fílið það sem ég er að gera, þá hjálpar það rosalega mikið að læka, deila og sharea, deila og kommenta. Það hjálpar alveg endalaust mikið og mér hlakkar alveg ógeðslega til að fara að elda úti með ykkur í sumar. Ég þakka ykkur bara fyrir að horfa og ég ætla að senda fyrirfram þakkir á þá sem ætla sér að deila og svona. En allavega, þá er þetta held ég seinasti þátturinn. Þetta er seinasti þátturinn sem ég geri hérna upp í stúdíói í Billi. Því næstu þættir verða á Íslandi. Næstu þættir eru bara á Íslandi. Ég er mega spenntur, sko gígandi spenntur. Og í rauninni þegar ég sendi þennan þátt út, þá var ég nýlendur á Íslandi. Nýlendur. En allavega, takk fyrir og sjáumst á Íslandi. Nú er ferðinni heitið til Íslands. Við sjáumst þar bara. Ok, see you!